Það eitthvað einstaklega heiðalegt við góðan sendibíl. Hann þarf ekki að þykjast vera sportbíl, fjölskyldujeppi eða lífsstílsgræja. Hann þarf bara að mæta í vinnuna, taka við dótinu, gera daginn einfaldari og helst ekki þreyta þann sem situr undir stýri allan daginn. Kia PV5 Cargo gerir þetta ótrúlega vel. Við fengum Kia PV5 Cargo að láni hjá Öskju í Reykjanesbæ og það tók ekki langan tíma að átta sig á því að hér ekki bara rafknúinn sendibíll. Þetta bíll sem virðist hannaður utan vinnudaginn sjálfan. Aðgengið, hleðsluna, stoppið, snattið, verkfærin, kassana, liftaran, síman, kaffibollan og ökumanninn sem þarf að gera þetta allt aftur og aftur. Kia skilgreinir þennan bíl af PBVAF línusinni eða Purpose Built Vehicle og það skila sér. EGM-PS undirvagninn hannaður fyrir atvinnubíla og gerir Kia kleift að bjóða lágt, flatt og notadrjúgt rými. Farmrými á að rúma 2 júróbretti, hleðsluhæð að aftan 419 mm og farmrýmið 4,2 rúmmetrar. Burðargetan um 690 kg. Spurning hvort það nægir ef útkeyrslu á vörum að ræða. Það sem kemur mest á óvart þegar maður opnar bílinn einfaldlega plássið. Maður horfir inn og hugsar, já, hér hægt að vinna. Ekki bara hendi ykkur kössum inn og vona allt passi, heldur skipuleggja daginn, raða, sækja, skila og ganga að hlutunum án þess að bölva hönnuninni. Það skiptir máli í atvinnubíl. Hliðarhurðir beggja vegna og það eiginleiki sem maður læri fljótt að kunna að meta. Það hægt að nálgast farmrýmið frá þeirri hlið sem hentar hverju sinni, hvort sem bíllinn stendur við gangstétt, í þröngu stæði, við húsvegg eða á athafnasvæði. Afturhurðirnar opnast til hliðana og Kia segir þær opnast allt að 180 gráður. Þar verður aðgengi með liftara einfalt og þægilegt, en ekki einhver leikfimi þar sem ökumaðurinn þarf að finna rétta hornið og biðja smá heppni. Þetta einmitt svona bíll sem maður hefði verið ansi hrifinn af að hafa í útkeyslu og snatti í gamla daga þegar maður rók Subaru bitaboxi í vinnunni. Sá Subaru var skemmtilegur á sinn hátt, með sinn karakter og drífði hetjudáð, en miðað við PV5 Cargo var hann auðvitað meir eins og verkfæri frá annarri plánetu. Kia hljóðlátur, rúmgóður, þægilegur og miklu betur hugsaður fyrir mann sem þarf að fara oft inn og út, opna og loka, bakka upp að dyrum og halda haus allan daginn. Í akstri kom bíllinn skemmtilega á óvart. Þetta ekki bíll sem reynir að vera hraður eða æsilegur, en hann mjög þægilegur. Rafmótorinn gerir það sem rafmótorar gera best í svona bíl. Hann gefur mjúkt og örugt tog strax af stað, án hiksta, án gírskiptinga og án hávaða. Í bæjarakstri þetta góður kostur. Maður læðist af stað, rennur milli staða og finnur fljótt að stressið í akstrinum verður minna. Sætistaðan góð og yfirsýn fram á við fín. Ökumannsrýmið einfalt en ekki hrátt. Það allt sem til þarf. Skjár, tengimöguleikar, geymslur og þægileg stjórntæki. Geymslurnar í ökumannsrýminu líka vel heppnaðar. Í vinnubíl það ekki aukaatriði. Sími, lyklar, reikningar, verkfæri, hanskar, hleðslukaplar og allt þetta litla dót sem annars endar í sæti, á gólfi eða undir bremsupedala þarf að eiga sinn stað. Kia virðist skilja það. Þarna tilfinning fyrir því að bíllinn hafi verið hannaður af fólki sem veit að atvinnubíll oft líka skrifstofa á hjólum. Skjárinn hjálpar án efa til við að finna verkstað, rata milli fyrirtækja í bænum eða halda utan daginn. Í PV5 12,9 tommu skjár með Android Automotive Operating System, over-the-air uppfærslum og tengdum lausnum fyrir fyrirtæki og bílaflota. Þetta einmitt það sem nýr atvinnubíll þarf að hafa í dag. Ekki endilega til að vera flottur í bæklingi, heldur til að spara fé og fyrirhöfn. Það var þó eitt sem í söknuðum, baksýni spegils.
eða öllu heldur myndavélaspegils sem sýnir aftur fyrir bílinn í akstri. Í lokuðum sendibíl hefðbundinn baksýnispegill auðvitað gagnslítill, en þá verður myndavélaspegill enn mikilvægari. Bakmyndavélin var hins vegar mjög góð og gerir sitt þegar verið að leggja eða bakka að dyrum, en í daglegum akstri hefði verið gott að geta séð betur hvað væri að gerast fyrir aftan bílinn. Farmrýmið sterkasti hluti bílsins. Þar vinnur PVAF 5 Cargo greinilega sinn sigur. Flatt gólf, góð hæð, góð breidd og aðgengi frá báðum hliðum gera bílinn mjög notadrjúgan. Kia gefur upp 2255 mm lengd í farmrými, 1565 mm hámarksbreidd og 4,4 rúmmetra hleðslurými fyrir aftan skilrúm í þeirri útfærslu sem Kia sýnir í tæknigögnum sínum. Það sérstaklega eftirtektarvert hvað auðvelt að ganga bílinn. Það ekki þessi tilfinning að maður sé alltaf að beygja sig á rangan hátt, reka sig í eða tróða hlutum í rými sem tæknilega séð stórt en illa nýtt. Hæðin og aðgengið skipta miklu. Fyrir sendla, iðnaðarmenn, þjónustuaðila, verslanir, varahlutaflutninga, smærri fyrirtæki og alla sem þurfa að vera á ferðinni með dót þetta stórt atriði. Það líka gaman að sjá að Kia hugsar rekstrarhliðina. Þrískipti framstöðarinn til dæmis hannaður þannig að hægt sé að skipta skemmda hluta án þess að skipta allan stöðarann. Það hljómar kannski ekki spennandi í reynsluakstursgrein, en fyrir fyrirtæki getur slíkt skipt máli. Minni viðgerðarkostnaður og styttri biðtími nákvæmlega það sem atvinnubílaeigendur vilja heyra. Drægni og hleðsla virðast líka vera á þeim stað sem gerir bílinn raunhæfan í daglegri notkun. Kia gefur upp alltaf 416 km hámarksdrægni með 71,2 kWh rafhlöðu, hraðhleðslu úr 10 í 80% á innan við 30 mínútum. Eins og alltaf fer raunveruleg drægni eftir hraða, veðri, hleðslu, aksturslægi og notkun búnaðar. Kia PVAF 5 framdrifinn og mótorinn skilar 163 hestöflum. Það samt augljóst að fyrir marga íslenska rekstraraðila rafdrifinn sendibíll orðinn raunhæfur kostur. Sérstaklega í innanbæjarakstri, milli starfsstöðva, í þjónustuverkefnum, útkeyrslu og daglegu snatti. Þar sem bíllinn kemur heim eða á starfsstöðu í lok dags og getur farið í hleðslu yfir nótt, verður rekstrarmódelið einfalt. Það sem situr eftir að PVAF 5 Cargo ekki bara rafbíll með boxi fyrir aftan ökumannsrýmið. Hann alvöru vinnubíll. Rúmgóður, hljóðlátur, þægilegur, aðgengilegur og greinilega hannaður með daglega notkun í huga. Hann gerir lítið úr hlutum sem áður voru pirrandi. Hárri hleðsluhæð, þröngu aðgengi, lélegri yfirsýn, hávaða og fótavinnu í stop-and-go akstri. Fyrir fyrirtæki sem að hugsa rafvæðingu flotans eða einstaklinga sem þurfa góðan atvinnubíl í þjónustu, útkeyrslu eða iðnað Kia sendibílinn, bíll sem á að vera ofarlega á lista. Hann hefur nákvæmlega það sem góður vinnubíll þarf að hafa. Pláss, aðgengi, þægindi, tækni og notagildi. Og það besta kannski þetta. Þegar maður stendur fyrir aftanan með hurðirnar opnar, horfir inn í þetta stóra, flata og notadrjúga rými, þá hugsa maður ekki fyrst kílóvattstundir eða skjástærðir. Maður hugsa bara, já, þetta myndi virka. Þetta bíll sem gæti gert vinnudaginn betri.